Bæði Jarðvísindadeild Háskóla Íslands og Jarðvísindastofnun HÍ eru til húsa í Öskju. Það mikið að vera þessa dagana og flestir með augun á Reykjanesinu. Stúdentar þetta reyndu að ná sambandi við nokkra prófessora í jarðvísindadeild til að forvitnast stöðu mála hér, en það virtist erfitt að ná í þá og þeir voru uppteknir á fundum fram eftir degi. Það reyndist vera mjög góð ástæða fyrir öllu þessu fundarhaldi því á sama tíma var að verða ljóst að skjálftavirknin á Suðurnesjum gæti gefið vísbendingar yfirvofandi gos. En það var ekki eins erfitt að ná sambandi við nema í jarðvísindadeild sem gat gefið innsýn inn í lífið í Öskju þessa dagana. Hvernig búið að vera svona síðustu daga núna eftir að jarðfræðingarnar hófust að vera að læra jarðfræði? Þetta vægast sagt búið að vera spennandi. Allir alveg á yði bara frá því að fyrsti skjálftinn kom á miðvikudaginn fyrir viku. Þetta einn svona skemmtileg staður til þess að vera að upplifa þetta, sko. Heldur þetta muni auka eitthvað áhuga ná náminu sjálfu? Algjörlega, ég vona það. Þetta eða bara frekar bara eins góð auglýsing og gerist fyrir jarðfræðinema, sko. Þetta eitthvað komið inn í námið sem svona beint? Það svolítið skemmtilegt að þennan miðvikudag fyrir viku þá vorum við í fyrsta jarðskjálftafræði tímanum okkar í jarðeðlisfræði og hann einmitt byrjaði tíman á að tilkynna okkur að það væri einhver smá hreyfing búin að vera þennan morgun og svo bara 10 mínútum eftir tíma þá kom stóri skjálftinn. Þvílík spenna í kringum þetta. Allir mjög æstir og bara bíða til næsta. Helga Þórdís ekki eingöngu nemi í jarðfræði. Hún líka forseti fjallsins, félags jarðvísinda, landfræði og ferðamálafræði nema. Við erum einmitt með bara einn aðila í nemendafélaginu sem sér alveg svona fjallgöngur og eitthvað svona hópeflið þannig. Já. Og ég held að þetta muni koma mjög sterkt inn ef verður eitthvað úr þessu sem við vonum. Við erum nýtt hraun og eitthvað og margt nýtt til að skoða.